Það er þarna 1-1 jafntefli á Extra-vellinum í dag. Hver er svona þín fyrstu viðbreytileik? Svona beggja bland. Auðvitað þú lendir 1-0 undir og rautt spjald í, það var ekki mikið búið, 20 mínútur eða 25, ég man ekki hvað það var. Þá veistu það náttúrulega að vera brekka. En svo kannski með seinni hálfleikinn, hvernig við komum inn í hann og jafna og fá svo döðafæri. Þá var maður svona svolítið svo eftir að hafa ekki náð öllum þremur stegunum. Þannig að ég held að það kannski ekki verið ekkert. Það er svo sem ekkert spurning sanngirni eða ósanngirni í fótbolta, það er bara þetta er niðurstaðan og kannski miðað við hvernig staðan var í hálfleik þá höfum við tekið 1 stig. Miðað við svona þegar Mikkel Kvist sendur út á kannski gerir ykkur hlutina erfitt, þú lítur að vera svona sáttu með stigin þegar að líta á heildina í leiknum. Já, þegar þú ert einu færð víti og rautt og lendir undir og ert í stóran hluta af leiknum einu færri, þá er það gott að ná stigi. Þannig að Fjölnir, þó svo að þeir hafi ekki fengið mikið af stigum, þá hafa þeir ofta tíðum verið að spila mjög vel og valda liðið miklu erfiðleikum. Þannig að ná í stigi hér miðað við þá stöðu, en auðvitað við vildum fá 3 stig. Það var ætlun að uppleggja og ég held að menn hafa alveg séð það meira í stöðun 1-1 að við vildum meira og ég er bara gríðarlega sáttur við hvernig menn brugðust við og mér finnst þeir spila gríðarlega góðan seinni hálfleik og mér finnst þeir byrja leikinn líka mjög vel. Þannig að svona allt tekið þá held ég maður geta alveg sáttur við stigið og maður vilja meira. Ég verði að spyrja út í þetta rauðaspjald og hvernig horfir þetta við þér? Var þetta ekki rétt? Ég sá okkur endursýningar og mér sýndist að það er bara rétt í dómi. Slæðir þarna til Fjölnisleikons? Ég hef bara ekki séð það. Eins og ég segi, það er greinilega eitthvað gerst þarna og það er náttúrulega bara miður ef menn eru að gera eitthvað þegar bolti komin búið að skalla boltan í burtu. Ef hann kýlir mannin eða slær til hans þá er það náttúrulega bara víti og rautt. En ef það er verið að toga í einhverjar og verið að slíta sig eitthvað frá þá það ég hef bara ekki séð þetta. Ég verði að spyrja á lokum út í orðdómana sem voru í síðustu viku. Viltu eitthvað tjáð það að þú sért að þetta sem Gummi var að tala að þú verður að yfirgefa KA eftir tímabil? Viltu eitthvað tjáð þetta? Ég er búinn að gera það. Ég er búinn að tvíta þetta og það held ég að sé alveg skýrt að þetta er raun og veru ekki fréttamennska og búa til eitthvað sem raun og veru engin grundvöllur fyrir. Og ég held að KA og við allir sem að KA stöndum hafum svarað því í fullum hálsi að það er ekki til í því og það var alltaf sagt að við ætlum að reyna að tryggja sæti í KA í deildinni og svo ætlum við að setjast niður og ég held að sé alveg vilji beggja aðila að reyna að finna einhverju niðurstöðum áframhald. Þannig að það er bara staðan eins og hlutnir eru í dag. Það verður að spyrja út í framhaldið, ef við náum að klára þetta mót, hvernig horfir framhaldið þér í deildinni? Við erum náttúrulega búinir að vera góðir eftir að þú tekur við og hlýtur að líta bjart á framhaldið. Já, við ætlum okkur 3 stig og reyna að koma okkur svona, slíta okkur almennilega frá þessari botnbaráttu og hugsa þá aðeins lengra. Við náum allavega í þetta stig sem skiptir allt máli í þessu og það er bara vonandi verður ekki sett stopp á deildina út af þessum smitjum og þá eigum við heimaleikum út í HK og þar ætlum við að reyna að sækja 3 stig. Og eins og ég segi, það er svo stutt á milli en markmiðin og reyna að koma okkur út úr þessu og reyna að klóra okkur eins langt og við getum. Það er bara markmiðið. Sjöttarnir letur sjá sig í dag og lítur að vera ánægður með þá? Já, þeir eru grjótharðir. Maður hafði smá áhyggjur að það hafa búið að setja einhverja bann en svo var það eftir 2 þannig að þeir leikir sem byrjuðu 2 þannig að þá fengur þeir að koma þannig ég var sáttur við það. Höfum við ekki gera takk.